Framhaldsskólar landsins að hefja vetrarstarfið, þeirra á meðal menntaskólinn á Tröllaskaga í Ólafsfirði. Þetta 10. starfsár skólans sem hefur vaxið nokkuð hratt. Aðsóknin meiri en hægt að verða við. Skólinn hófst formlega á mánudaginn samkvæmt stundaskrá og þegar við á N4 vorum í Ólafsfirði voru kennarar og annað starfsfólk að undirbúa vetrarstarfið. Nemendur hátt í 400, þaraf staðarnemar 100. Skólinn fylltist í vor snemma, hann fylltist reyndar í maí þó umsóknarfrestur væri fram í júní og biðlisti skapaðist og síðan þegar við komum aftur í ágúst þá hreinsum við þá sem höfðu ekki staðfest skólavist og tókum inn að biðlistanum. Við auglýstum ekki þannig að hann fullur og hann gæti aðsóknin það mikil að það væri töluvert auðvelt að stækka þennan skóla en við erum ekki að velja inn eftir einhvernum, við höfum ekki áhuga á því, við viljum hafa fjölbreyttan hóp sem lærir að vinna saman, ekki einsleitan, þannig að það bara fyrstu kemur, fyrstu fær, svona vinnureglan. Þannig að við bara lítum björt í framtíðin og gaman að fá nemendur aftur, en sumartíminn alltaf svona tómlegur að vinna og þegar húsið byrjaði að hljóma fólki og hitta sína gömlu nemendur aftur og hitta nýja, bara óskaplega skemmtilegt, þannig að við hlökkum til vetrarins og svo bara bráðmerkilegt að 10. árið sem að byrja. Mér finnst þess að við höfum byrjað bara í gær. Hvaðan koma nemendur? Staðnemendurnir koma hér af utanverðum Tröllaskaganum, Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík, Ströndin og Akureyri, alltaf slæðingur þaðan og það svona tæplega 100 nemendur og svo erum við með 260 nemendur sem að koma í fjarvinnu til okkar, eða fjarnámi maður vill kalla það, en það fjarvinna. Þar hópur sem við höfum verið með sem íþróttamenn í Evrópu, bæði þeir sem eru þar í atvinnumennsku og þeir sem að feta sín fyrstu skref, ég vil fara beint úr grunnskóla til íþróttaiðkunar, þá helst á Norðurlöndunum. Þannig við höfum verið að sérhafa okkur dálítið þar í þjónustu við þennan nemendahóp. Síðan höfum við verið með hóp sem að hafa verið fólk sem erfitt með að fara í skóla, kvíða, þunglindi eða annað og að vinna í því með sérfræðingum á sínum stað en treysta sér ekki kannski í dagskóla og svo þessa sem að rífa sig í gang aftur og svo einhverja sem bara finnst svo frábært að fara í menntaskólann á Tröllaskaga bara svona, já, alltaf einhverju þannig. Það sem sagt rífandi gangur hjá þessari 10 ára menntastofnun. Lára segir að vaxtarverkir hafi í raun og veru ekki verið miklir og brotthvarf hafi verið hverfandi. Þannig nýtist til dæmis fjármunir betur. Við erum alltaf með nýjungar, við erum með kennara sem þróa nýtt nám, nýja kennslu á hverju ári. Það eru svona 15-16 nýjar áfangar á hverju ári sem horft á, breytt til. Við erum núna með styrki frá Evrópusambandinu. Það hefur verið óskaplega gott að hafa bakhjarl úr Erasmus Plus styrkjónum. Þannig að okkar nemendur hafa ferðast víða Evrópu, farið Eystrasaltslöndin, Kanaríeyjar, Spán, Ítalíu, Grikkland og síðan upp úr og langt að telja og við vorum að fá nýjan styrk núna sem að gerir nemendum kleift að ferðast til Tékklands, Lettlands, Grikklands, svo ég nú ekki viss ég að klikka ekki einhver en það þýðir fleiri ferður og það víkkar út sjóndeildarhring nemenda að geta unnið með öðrum í Evrópu og læra að kynnast öðrum samfélögum og eitt svo spennandi, það var einn nemandi sem fór til Spánar, stóð þar einhvers staðar í miðju landi þar sem menn voru að fást við vatnsskort, horfði yfir landið og sagði þetta ekki Spán, af því menn voru vanir Spán sem baðströnd og þekkt ekki Spán sem raunverulegt land sem fólk á heimi. Þannig við náum að vinna það og við höfum alveg frábæran starfsmann, hann Ítu Simei, sem klók í að sækja Evrópuverkefni, þetta hundleiðinleg skriffinnska en svo sannarlega þess virði. Þannig að námið fjölbreytt og nýja námskrá framhaldsskólanna gerir það verkum að menn geta dálítið þróað öflugt skólastarf í samhengi við nútímann og hvað við erum að fást við. Þannig að við getum svona nálgast námsefnið ekki þannig að þú sért alltaf að kenna eins og gera það sama og læra það sama. Heldur þú getur lært út frá öðrum vinklu, þú getur lært sagnfræði út frá poppi eða þungarokki eða einhverju
og núna erum við að skoða svo kallað KLIL, það er að segja þá ertu að kenna erlent tungumál en leið þú ert að kenna annað tungumál þá ertu að kenna einhverja fræðigrein og við erum að horfa á sagnfræði inn í enskuna. Þannig að þetta og ég var með starfsmenn í Króatíu, Grikklandi, Írlandi og Ítalíu í sumar að læra því við höfum verið með styrki frá Erasmus fyrir endurmenntun starfsmanna. Þannig að allir okkar starfsmenn hafa komist til Evrópu einu sinni 2 og 3 til að læra með öðrum. Menntaskólinn á Tröllaskaga margverðlaunaður fyrir starfsemina, meðal annars sem stofnun ársins. En hver galdurinn? Ég held að galdurinn sé sá okkur þykir óheimi vænt hvorum annað. Við höfum áhugað í að efla þessa stofnun saman. Ég hef aldrei unnið á vinnustað sem eins mikil hlýja og stuðningur hver við annan. Hér ekki verið að naga fólk, allir til að hjálpa hverjum öðrum og við fögnum tækifærum. Þannig að stærstu hluta minni vinnu að það kemur einhver hérna inn dyrnar og segir Lára, mér datt svo lítið í hug. Og mitt hlutverk þá að reyna að greina hvernig gagnast það okkur og hvernig getum við nýta og hvar finn ég pening í það. Það vinnan mín að láta drauma minna öflugu kennara sem eru afar vel menntaður og öflugur hópur geta látið drauma sína rætast fyrir hönd nemenda og nemendur hér hafa fleiri tækifæri til að ferðast, læra fjölbreyttara nám og annað heldur en nokkuð gæti órað fyrir á landsvæði sem við búum á. Þannig að þetta bara mjög skemmtilegt.